Já, eins og ég segi, þá viljum við fá sem viljum við fá sem flestar ábendingar og þess vegna erum við að kynna þetta og leggjum mikla áherslu á það að kynna þetta með fjölbreyttum hætti og ég vona að það hafi séð til dæmis vefsvæðið sem við opnuðum fyrir 2 vikum eða svo. En þessi fundur er liður í því að kynna þetta nýja leiðanet. Fyrirkomulagið á þessum fundi er þannig að Hrafn Svavarsson, forstöðumaður umhverfismiðstöðvar, hann ætlar að byrja á því að segja okkur almennt svona frá þessu verkefni endurskoðun leiðakerfisins frá sjónarhorni sveitarfélagsins, tilurð þessa verkefnis, markmið og svo framvegis. Síðan tekur hann Daði Baldur Ottósson við, hann er samgönguverkfræðingur hjá Eflu verkfræðistofu og einn þeirra sérfræðinga sem hafa komið að mótun þessara tillagna. Og að því loknu þá munum við svara spurningum og vonandi gefst okkur tími til að fara í umræður þar á eftir. Ég ætla að byrja fundargestum að vera með á mute á meðan á fundinum, á meðan að kynningunum stendur og allavega. En endilega ef þið eru með spurningar, þá erum við að skrifa þær inn í athugasemdagluggann eða tjattið sem er í stikunni fyrir neðan skjáinn. Og þá verður þeim svarað á eftir. Fleira var það nú held ég ekki frá mér, kannski bara láta ykkur vita af því sem hafði ekki tekið eftir því að þessi fundur er tekin upp og upptakan verður gerð aðgengilega á miðlum Akureyrarbæjar að fundurum loknum, öðrum til upplýsingar, þannig að þið vitið af því. En ég held að okkur sé ekkert vanbúnaði og ég bið Hrafn bara að taka við. Gjörðu svo vel, Hrafn. Takk fyrir það. Já, komið þið sæl. Ég ætla svona bara aðeins að fjalla tilurð verkefnisins og af hverju við erum í rauninni að Elín Steingríms að skrifa inn á það að vera hægt, Jón. En allavega, það skiptir ekki öllu. Af hverju erum við að endurskoða leiðanetið og ástæðan fyrir því er svo að við fórum að taka eftir því að það virðist vera að frá því að síðasta leiðakerfisbreyting var gerð árið 2016 og þá hefur svona trendið verið frekar niður á við og við erum að sjá það að það er í rauninni fækkun í gangi á farþegatölum í strætó. Við erum kannski ekki þetta rosalega áreiðanlega tölur en við tökum samt yfirleitt einu sinni í mánuði, þá telja vagnstjórarnir og með við þær tölur sem við höfum og þá sjáum við trendi fara niður smátt og það sem við ætlum okkur að gera til að byrja með okkur langaði bara að fara að finna leiðir til að fá fleiri til að nota strætisvagnina og við byrjum að brainstorma og ætlum að byrja með bingo í strætó eða gera eitthvað svona skemmtilegt og reyna að fá fólk til að koma með veltum svo byrjum samt að velta fyrir okkur bara af hverju er ekki bara allir að nota strætó. Það er frítt í strætó á Akureyri og við bara skildum þetta ekki. Það var farið af stað í svona gagnaöflun og við byrjuðum á að kynna okkur bæði, það var gerð könnun í fyrra hjá með Gallup, þar sem að kom í ljós að bara 80% bæjarbúa nota strætó einu sinni eða sjaldnar í mánuði. Bara mjög margir sem bara koma aldrei í strætó og já, þannig að 80% í könnuninni nota ekki strætó og eins og við sjáum á þessari glæru að ástæðan fyrir að þau nota ekki strætó, þeir sem sögðust ekki nota strætó voru spurðir að því hvers vegna nota ekki strætó. Og út úr því kom að leiðaneti hentaði illa 38%, tímasetningar hentaði illa 33% og ferðatíminn var of langur 18%. Þannig að samtals eru þarna ansi mörg prósent sem tengjast leiðanetinu. Og þetta svona gaf okkur fyrstu vísbendingar það var greinilega eitthvað sem við þurfum að skoða áður en við förum að stað með bingoið. Svo var farið í verkefni í vetur, það sem var farið í svona íbúasamráð og það var skemmtilegt verkefni sem var unnið með í tengslu með Samband íslenskra sveitarfélaga sem voru að kenna okkur í rauninni svolítið varðandi svona íbúasamráð og svona íbúalýðræði og hvernig við náum til hópa sem að kannski er auðvelt að ignora eða erfitt að ná til. Og í því samstarfi kom þetta fram að það sem að fólk vill er tíðari ferðir og þó að þurfa að labba kannski eitthvað lengra, að þá er það tilbúið að labba lengra
svo lengi sem að ferðirnar eru tíðari og út úr þessu kom svona ákveðin leiðarljós. Verkefni settum við upp þannig að við ætlum okkur að fá sérfræðinga, fólk sem er búið að læra hvernig á að stýra almenningssamgöngum til að koma með tillögur til okkar en svo ætlum við okkur að fá bæjarbúa inn í verkefnið eða sem sagt leita ábendinga hjá bæjarbúum. Þannig að bæjarbúar geta raunverulega komið að verkefninu. Já. Það er spurning. Þar erum við eiginlega stödd núna. Jón. Já. Ert þú bara góður? Það er svona spurning. Hvað við vorum að sjá fyrir okkur. Þetta var svona í rauninni grunninn af hverju við fórum af stað í verkefnið. Algjörlega. Bakgrunnurinn og markmiðin, þau eru skýr og markmiðið að fjölga farþegum kannski fyrst og fremst. Það er spurning bara ítreka það sem að ég nefndi þannig í byrjun að fólk sé á mute sem eru á fundinum meðan kynningum stendur og endilega skrifa spurningar í chatið. Þeim verður svo svarað á eftir. Farðu aðeins aftur í tímalínuna, Hrafnanna. Skal ég bara svona með fólk átti sig enn betur á því, náðu ekki alveg hversu djúpt þú fórst ofan í þetta, en við erum, eins og ég segi, það skiptir okkur mjög miklu máli að fá ábendingar frá sem flestum og við erum búin að hafa samband við svona skilgreinda hagsmunaaðila til að fá sem flestar og fjölbreyttastar ábendingar og síðan auðvitað á eftir að fara í töluverðar endurskoðun svo í ljósi þessar athugasemda, þannig að það er að gera, það er ekki búið að ákveða neitt, getum við sagt og það er bara mjög spennandi að eiga þetta samtal við bæjarbúa, bæði núna og fyrr í vetur, þar sem við söfnuðum bæði gögnum í könnunum og í svona sérstöku samræði við ungt fólk. Það er mjög áhugavert að heyra hvað fólki finnst þetta og strætó skiptir greinilega miklu máli. Það er spurning hvort að Daði taki við núna og bara fari í gegnum tillögurnar svo við rými til þess að spjalla meira ferlið. Daði, gjör svo vel. Takk fyrir. Ég var að biðja að fá að taka við af skjánum hjá honum Hrafni. Maður sjá. Ég get ekki stýrt þessu öllu saman. Já, ég vildi bara hnykkja á sem sagt að við erum akkurat núna í þessu samráðsferli. Það sem tekur við núna í framhaldi er að rýna raun og veru það sem kemur frá ykkur og taka, skoða þær athugasemdir og þar með endurskoða svolítið þessar fyrstu hugmyndir sem við erum að fara að kynna núna. Og í framhaldi af því þá kynnum við raun og veru þá svona loka útgáfu á nýju leiðarneti og þó að kannski við höfum eftir að svona aðeins útfæra nákvæmlega hvernig að því verður staðið. En stóra hugmyndin er sú að í framhaldi í raun og veru útfærum við svo innleiðinguna sem er þá að setja upp tímatöflur, endurskoða staðsetningu stoppistöðva, það var að hugsa vaktaplön og fleira, breyta þessum innviðum sem þurfa á og að vonandi næsta sumar þá geti við byrjað að aka eftir nýju leiðarneti. Ég ætla aðeins að fara bara yfir leiðarljósin sem sagt í upphafi eins og Hrafn kom aðeins inn á. Þá unnum við efla Strætó BS er líka ráðgjafi verkefninu og svo fengum við líka fulltrúa notenda hann Daniel frá umhverfisvænum samgöngum ásamt að vinna náttúrulega með Akureyrarbæ að svona fyrstu hugmyndum. Við settum saman þessi leiðarljós til að hafa svona leiðandi í vinnunni og það sem við náttúrulega gerðum hérna var svolítið að svara þessu ákalli sem hefur komið fram í þessu fyrra árinu og ferðaverðinu könnunum. Það sem við erum að horfa á aukna tíðni
þannig að fleiri geta treyst á kerfið. Beinni leiðir svolítið til þess að einfalda kerfið og stytta ferðatíma, svona helst saman í hendur, allt saman, aukin tíðni, beinni leiðir og stytta ferðatími. Svo líka það að einblína svolítið á að geta tengt saman skóla, tómstundir, frístundir fyrir ungmenni og svo líka náttúrulega tengja leiðanetti við miðbæ og atvinnu kjarna bara eins og þekkist í dag. Einnig horfum við svolítið til þess að tengja, að geta í raun og veru tengt leiðanettið og stækka það til framtíðar. Þannig að það tekur svolítið með að því að það sé í raun og veru þurfi ekki að endurhugsa leiðanettið upp og nýtt eftir því sem Akureyri vex og þróast. Svona kjarninn svolítið að þessari breytingu sem við erum að horfa á er að í dag eru þetta 6 leiðir sem aka Akureyri og óhjákvæmilega því fleiri leiðir eru og því fleiri götur sem strætó ekur, því lægri er tíðnin. Það sem við erum þá að horfa núna til þess að geta aukið tíðnina og gert þetta svona kannski áreiðanlegra fyrir fleiri, það er að einfalda það með að fækka línunum og þar með eins og þið sjáið á efri myndinni hérna sjáið þeir fleiri vagna að keyra eftir sömu leiðum. Þannig að eins og Hrafn kom inn á, þýðir það að fólk þarf mögulega að labba lengra að næstu biðstöð en aftur á móti þarf það ekki að bíða eins lengi eftir næsta vagni. Þannig að hér er tillagan eins og lítur út núna, svona fyrstu hugmyndinar og þið hafið örugglega mörg hver þegar kynnt ykkur leiðanettið, en það sem ég ætlaði að gera samt er að fara í gegnum allar þessar leiðir, en svona í grunninn þá samanstendur leiðanettið þá sem við erum að leggja fram bara 2 leiðum í stað í raun og veru 6 leiða eins og það er í dag og að auki þá erum við að leggja fram pöntunarþjónustu sem ég skal útskýra aðeins nánar á eftir. Það þýðir í raun og veru ennþá að innbærin verður þjónustur með almenningssamgöngum bara með pöntunarþjónustu. En svona grunnprinsipin hérna er að leið 1, það er bláa leiðin, hún er svona ætluð svolítið ungmennunum, fólki til að komast milli skóla, frístund og svo framvegis. Þannig að við lögðum mikla áherslu að það sem næst flestum grunnskólum og sem næst öllum frístundum og tónstundum. Leið 2, græna leiðin, hún í raun og veru, hún er hugsuð svolítið svona að tengja hverfin við miðbæinn, en tengir náttúrulega í senn ýmislegt annað, en þannig kemur þetta úr þorpinu hérna niður á Eyrina og svo aftur frá Eyrinni miðbænum og hérna í syðri hluta Akureyrarbæjar. Svona í stuttu máli þá er ávinningurinn þessi með leiðanettsbreytingunum. Þetta er einfaldara leiðanett, þannig að það er auðveldara að muna það og akkurat næstu vagn á að vera aldrei langt undan. Tíðnin með þessu leiðanettsbreytingum, og nú erum við að horfa á við sem að halda sama fjöldi vagna hérna í keislu, en með þessum breytingum þá í stað að vera að aka á klukkustundafresti þá erum við að horfa á 15-20 mínútna tíðni og við teljum að það sé virkilega mikilvægur liður í því að fá fleiri til þess að geta treyst á strætó, að þurfi ekki að miða við tímatöflur og ef þú missir af strætó þá þurfir ekki að bíða í klukkutíma eftir þeim næsta. Við erum ennþá að horfa til þess að þjónusta kvöldi með 60 mínútna tíðni, en það skal taka fram að við eftir svona útfæra nánar tíðnina á kvöldin og helgar. En svo eins og við komum á, við erum að tengja betur saman skóla og tómstundir, trúum við, og það þá vonandi þýðir líka minna skutt fyrir foreldra, þannig að eldri börn geti ungmenni og það geti treyst að nota strætó eftir skóla til þess að komast í tómstundir og frístundir. Og styttir ferðatími heild sem náttúrulega endurspeglast bara svolítið að tíðninni, í staðins að bíða í klukkutíma þá er þetta kannski 20 mínútur ef þú missir á vagninum, þá sérstaklega á annar tíma. Aldrei. Nú heyrist aðeins í Eydísi. Hérna sjáið þið í raun og veru þjónustusvæði af þessum fyrstu hugmyndum. Stór hluti bæjarins er í raun og veru innan 300 metra, getum við sagt, radíus frá leiðunum.
Við sýnum 300 metra sem endurspeglar svona 2–5 mínútna labb eftir því hversu beina gönguleiðar að leiðarnetinu. En þetta gefur svona hugmynd hversu langt að ganga að næstu leið. Leiðarnetið á að virka sem leiðarnet og þar sem þær mætast í Þingvallastræti og Borgarbraut, þar leggjum við áherslu að útfæra tímatöflu svolítið þannig að þú getur skipt tiltölulega auðveldlega úr einni leið í aðra. Ég ætla að byrja að fara yfir bláu leiðina og það sem sagt í raun og veru þessi tómstunda leið sem við setjum áherslu á ungmennin. Eins og þið sjáið þá er þetta í raun og veru þjónustusvæði sem hana. Hún fer og má segja akkurat í þægilegu göngufæri við flesta grunnskóla eins og við komum inn á flesta skóla og íþróttasvæði. Ég ætla að brjóta þetta og aðeins svona þysja inn á leiðarnetið og sýna ykkur svona þetta aðeins nánar. Ef við byrjum syðst í bænum þá hefst leiðin í Skautahöllinni, fer svo upp Miðhúsabrautina og inn á Þórunnarstræti og við erum búin að merkja inn svona áætlaðar göngufjarlægðir og þann tíma sem tekur að aka frá þessum helstu áfangastöðum meðfram þessari leið. Þannig að sjáðu sem dæmi þá þetta 400 metra gönguleið eftir göngustígum að næstu biðstöð sem verður sirka á þessu svæði sem mætir Þórunnarstræti og er 5 mínútna gangur og auðvitað fer, þetta er auðvitað bara svona viðmið þessi göngutími, náttúrulega fer það eftir veðri og vind og svo náttúrulega ef fólk er hjólandi eða á hlaupahjóli þá náttúrulega helmingast tíminn, en þetta er svona bara svona til viðmiðunar. Leiðin er í stuttu göngufæri frá VFMA, liggur alveg við sjúkrahús Akureyrar og Hlíð og svo ef við höldum áfram þá, sjá hvort að, nú er ég, svona, þetta kom. Svo heldur leiðin áfram eftir Þórunnarstræti og beygir svo upp Þingvallastræti og hérna sjáðu hann að fyrir fram hjá MA í göngufæri við Brekkuskóla og Sundlaug Akureyrar, upp svo hjá Kaupangi, fram hjá Káasvæðinu og Hrísalundi. Fer svo hérna áfram eins og önnur leið hérna í dag, hér áfram geta fólk farið út til þess að fara upp á hérna Rangárvelli, heldur svo áfram hérna eftir Hlíðabrautinni og þá sjáum við það að það þá, hér 250 metra gangur í Giljaskóla, aðeins lengri gangur í hérna Háskólann á Akureyri héðan, en svo heldur leiðin áfram og hér bregðum við kannski aðeins af áherslu leiðarnetsins, þar að segja að þetta er svona hringleið. Við viljum yfirleitt alltaf stilla upp leiðarnetið svolítið þannig að það er ekki fram og tilbaka sömu leið, en hérna svona þótti tilvalið og hægt að bæta betra aðgengi með að fara svona litla hringleið. Þannig að hér er ekki í eina átt, hér hérna, þetta er fjarlægðin að Síðuskóla, kemur hérna nálægt Bjargi, 2 mínútna gangur frá Bjargi hérna, niður hérna Smárahlíðina og svo Sunnuhlíðina og svo ekki hérna hring frá Bogunum, Glerárskóla og svo aftur hérna upp á Borgarbrautinu og svo tengist það hérna inn á Hlíðabrautinu tilbaka og ekki sömu leið tilbaka. Þannig að þetta er svona í kjarna uppsetning á þessari leið. Græna leiðin, hún er aðeins lengri, það þarf í raun og veru fleiri vagna til að þjónusta 15–20 mínútna tíðinni á henni á annan tíma, en hún nær semst frá Naustagötu og nær alla leið að Hörgárbraut hjá Bíkó og eins og ég kom inn á áðan það markmið hér að tengja hverfin við miðbæinn, Glerátorg og vinnustaði. En auðvitað nýtist það líka þeim sem búa í miðbænum og Eyrinni að sækja frístundir og tengjast í bæði hverfin. Eða þú veist, í suður- og norðurhluta hverfana. Það er sama, ég ætla að byrja hérna þá núna á norðurhluta þessari leiðar. Hún hefst þarna á Hörgárbraut við Bíkó, ekur svo í átt að hérna, vestursíðu, svo meðfram vestursíðu, hérna fram hjá Síðuskóla, ekur svo hérna inn á Borgarbraut aftur og þar er aftur góð tenging hérna frá Giljaskóla að Grænuleiðinni, ekur svo niður hér er styttri gönguvegalengd að Háskólanum á Akureyri, fer svo niður bara Borgarbrautina og hérna svona sem byrjast dæmi gönguvegalengdi frá Glerárskóla hérna eftir stígunum hér,
svo niður á Glerártorgi og svo heldur leiðin áfram eftir Tryggvabraut og fer svo hringleið í kringum Eyrina og fer aftur inn á Glerárgötu og svo upp Þórunnarstræti. Og þið sjáið í raun og veru svona helsta áfangastaði bara hérna á kortinu. Hér sem sagt beygir það svo upp Þingvallastræti. Hér, eins og ég sagði áður, hérna mætast bláleiðin og grænleiðin, þannig að hér leggjum við upp með að eiga að vera auðvelt að skipta úr einni leið eða aðra, hvort sem það verður hér hjá Sundlaug Akureyrar eða hérna við Káa. Og svo ef við höldum áfram, hérna, þetta er síðasti hlutinn, ykkur eftir hérna, Dalsbraut og að Kjarnargötu, fram hjá Naustaskóla og endar við Naustabraut. Ég ætlaði svo aðeins að tala pöntunarþjónustuna. Það er nú svona síðasti parturinn í leiðanetinu og tilgangurinn hérna er í raun og veru svolítið að halda áfram að þjónusta innbæinn og tengja hann við bláu leiðina og grænu leiðina. Munurinn sá að út af því að það bara hérna í ljósi þess að í raun og veru innbærinn er til að kannski fámennur og Hrafn hefur komið inn á það er ekki í raun og veru stór farþegagrunur þannig í dag, þá er frekar í raun og veru óhagkvæmt að láta strætó aka þarna allan daginn. Þannig að við erum að horfa til sambærilega útfærslu og strætó hér fyrir sunnan hefur útfært fyrir hérna, Urriðaholt í Garðabæ, en þar hefur verið komið á pöntunarþjónustu. Pöntunarþjónustu þekkist líka út á landi, en hún virkar þannig að hérna, á annan tíma þá ekur vagn, bara minni vagn, og við erum að horfa á að það sé ferilþjónustan sem vagnar á vegum hennar sem fer eftir þessari hérna, punktalínu hérna innbæinn og tilbaka. Hún ekur á ákveðinni tíðni, kannski ekki sömu tíðni á morgnana, kannski svona erum við að horfa á hálftíma til klukkutíma tíðni, þar sem vagnin ekur eftir innbænum, en svo utan hérna utan háannatíma þá er notast við pöntunarþjónustu og þá í raun og veru ef aðili vill íbúar eða gestir vilja nýta sér sem sagt leiðanetið til að komast inn í innbæinn eða komast úr innbænum, þá í raun og veru hringt eða nota app til þess að panta strætó og þá kemur strætó á þeim tíma samkvæmt tímatöflu. Með þessu útfærslu þá í raun og veru ekur strætóin aldrei tómur á þessari leið, heldur fer það fyrst og fremst eftir því þegar eftirspurnin er til staðar og þykir í raun og veru svona hagkvæmari leið til þess að þjónusta hérna hverfi eins og í þessu dæmi, en í raun og veru leiðanetið bara eins og við byggjum það upp núna þá í raun og veru var erfitt að tengja innbæinn með öðru hérna, nema það myndi kosta það að taka niður tíðnina í heild í kerfinu. En endilega hafið frekar spurningu útfærslu þá spyrjið það. Það sem við, eins og ég kom inn á í upphæðu, þá leggjum við upp á að horfa til framtíðar líka, að geta tengt við uppbyggingarsvæði og þéttingarreiti. Og hér sjáum við í raun og veru þá leið sem við erum búin að teikna hérna með punktilinu. Þetta er í raun og veru hérna sérstaklega á þessari leið, þá er þetta í raun og veru sami leggur og pöntunarþjónustan, en hér erum við þá að leggja til að í framtíðinni geti verið þá ný leið, rauðaleiðin, getum kallað hana það, sem ekur þá hér úr norðurhluta þessu iðnaðarhverfi hér, í raun og veru eftir hérna, þjóðveginum, alveg hérna í gegnum bæinn og að skautuhöllinni og tilbaka. Og þetta í raun og veru væri þá kannski svona síðasti liðurinn til þess að loka leiðanetinu og yrði þá innleitt í raun og veru þegar eftirspurn er til staðar og auki fjármagn. Þetta krefst líka að náttúrulega sé sett auki fjármagn í leiðanetið. Og það myndi þá akkurat eins og ég segi leysa af pöntunarþjónustunni sem við erum að horfa á svona til skemmri tíma. Svo myndum við líka vera að horfa á þá að þjónusta hagkerfið betur. Þegar uppbyggingu er lokið þar þá myndum við lengja grænuleiðina þannig að það er ekki hring þar í kring. Þannig að hérna, en eins og segir, nú hefur við verið að horfa á að í raun og veru þjónusta sama svæði og er í dag, en breyta bara þessum áherslum eins og við erum búin að koma inn á. Ég vona að þetta hafi verið nokkuð skýrt hjá mér, þetta var held ég síðasta innleggið, þannig ég ætla að henda boltanum aftur yfir til Jóns. Já, takk fyrir það. Þetta var alveg mjög skýrt hjá þér.
Takk fyrir þetta Daði og Hrafn. Þar á undan, eins og þið sjáið, þá er þetta þó nokkuð breyting sem verður að leggja þetta til, að maður segja þetta sé svona grundvallar breyting á hugmyndafræði, hvernig þetta er skipulagt og þannig að þetta verður að skoðast kannski sem slíkt og það er ekki bara verið að hnika einni leið aðeins til að frá, heldur er verið að hugsa kerfið upp og nýtt til þess að þjóni fleiri farþegum svona að jafnaði. Og eins og Daði nefndi í lokin að þá er verið að gera ráð fyrir því að allavega fyrsta kastið að þetta verði óbreytt sem sagt fjármagn sem er varið í rekstur strætó. Þannig að það verður líka skoðast í því samhengi að það er verið að reyna að gera betur fyrir sama pening. Hrafn, værið þú til í að mér langaði svo að setja upp áður en fyrir mér spurningar, svör og frekar umræður vefsvæðið og hvernig það svona fungerar. Þannig að við opnuðum vefsvæði inn á akureyri.is sem er aðgengilegt bæði af heimasíðunni og þarna í stikunni. Það sem er hægt að skoða svona þessar upplýsingar sem að skipta mestu máli. Þetta eru 4 síður og það er kannski sérstaklega síðan taktu þátt í, þetta er svona umræða leiðarljósin og markmiðin og svoleiðis. Það er þetta síðan taktu þátt í mótun leiðakerfisins sem að ég held að þið ættuð öll sem hafið áhuga á þessu og hafið komið hingað á þennan fund. Þið ættuð öll að skoða þetta. Hér er hægt að skoða tillögurnar á gagnvirku korti sem er getur bara verið virkilega skemmtilegt. Ég er alveg búinn að gleyma mér inn á þessu að skoða leiðirnar og ef maður zoomar að leiðunum þá sér maður tillögur á stoppistöðum. Það eru einhverjar nýjar stoppistöðar og einhverjar sem eru fyrir. Það sést með að velja leiðirnar og svo eru niðri í vinstra horninu sjáum við 400 metra sem sagt skyggingu, þá sjáum við hvað leiðarnetið nær sem sagt 400 metrar í kringum leiðarnetið og það er talað þessi svona jafnaði fyrir meðal manneskjuna 5 mínútna gangur. Þannig að sjáum við þetta er að ná ágætlega vel utan um bæinn. En það sem við höfum séð mestan áhuga á eða allavega ég, það er að fá frá ykkur ábendingar og upp í hægra horninu þá er þetta ítá add comment og þar er mjög einfalt að koma ábendingum áleiðis og ef þið svona stækkið ákveðin svæði og bætið svo við athugasemd þá sjáum við hvað þið voruð að skoða síðast, þannig að það fer ekkert milli mála hvað það er sem þið eruð að meina. Þetta er allt saman útskýrt á vefsæðinu náttúrulega en ég finnst bara mikilvægt að fara í gegnum þetta að þeir sem hafa áhuga á þessu og eru hér á þessum fundi að þeir séu algjörlega öruggir á því hvernig á að koma ábendingum á framfæri en það er líka hægt að senda póst í gegnum nýtt leiðarnet@akureyri.is. Nákvæmlega, Hrafn. Það gæti bara vel hugsast. En þá væri bara gaman, ég sé að það eru komnar nokkrar spurningar, ég bað það í upphafi að fólk myndi hafa sig á mute og slökkt á myndavélum og myndi koma framfæri spurningum allavega til að byrja með í chatinu og ég sé að það eru komnar alveg nokkrar spurningar. Hérna er til dæmis ein, ég hugsaði bara ég myndi bara lesa spurningu upp og við munum reyna að svara þeim. Fyrsta spurningin sem kom inn var í tengslum eldri borgara, hnykkt á því að það skiptir máli að það sé ekki langt á stoppistöðvar og er spurt hvort að þjónusta við eldri borgara hafi verið höfð í huga og hvort það er leitað formlega til öldungarás. Ég held að ef ég byrja nú bara að reyna að svara þessu að því ég er nú með opinn mækinn minn, þá jú, það hefur verið klárlega verið hugað að eldri borgurum og eldri borgarar eru skilgreindur hagsmunahópur hjá okkur í þessu verkefni og skiptir verulega máli og félag eldri borgara er einn af þeim hópum sem fékk svona sérstaka kynningu eða meldingu það þegar við fórum af stað með þetta og svo er stefnt að því að við munum kynna þetta ítarlega fyrir öldungaráði vonandi í næstu viku. Þannig að það skiptir verulega máli á að vera í góðu sambandi við þennan hóp og ég veit það bara í vinnunni sem var við þessar leiðir, þá var það einn af hópunum sem var horft sérstaklega til. Strákar, hafið þið einhver við þetta að bæta? Nei, bara við vorum að fá fundarboð ekki á mánudaginn að hitta öldungaráð
Jú, það er svona, það er stefnt að því, já. Bara, það er allavega, það verður allavega, fundað með öldungaráði hvort það verður næstu viku eða ekki kemur aðeins í ljós. Þannig að það er klárlega mikilvægur hópur. Síðan er spurt það hvort að það hefur verið kannað hvaða áhrif þessar breytingar hafa á núverandi notendur, eða hvort það sé bara verið að hugsa það að kerfið þjóni nýjum notendum. Hrafn, þú taka þetta? Já, fyrst og fremst erum við náttúrulega að reyna að fá fleiri notendur. Eins og ég kom inn á áðan í kynningunni, við byrjum á að fá sérfræðinga í almenningssamgöngum, hvernig þeir segja fyrir sér að besta leiðin í gegnum bæinn til að fá sem flesta til að nota kerfið, að þeir kemur með tillögur af því og svo núna erum við að bera þetta undir bæjarbúa og við viljum alltaf bara fá sem flestar ábendingar og tillögur og sjálfsögðu frá þeim sem að nota kerfið og ef að fólk sem er að nota kerfið í dag sér fram á að muni nota eitthvað síður við þessar breytingar, viljum við að sjálfsögðu heyra af því. Og já, bara til að leggja áherslu að þetta eru tillögur. Já, og kannski bara við því að bæta akkurat að auðvitað bara óhjákvæmilega þegar verið að standa leiðnisbreytingum þá náttúrulega hefur það alltaf áhrif á einhvern og það væri erfitt að breyta því án þess að í raun og veru að það myndi koma í raun og veru hafa kannski eitthvað óhagræði fyrir einhverja notendur sem að ferðast milli staða í dag. En eins og Hrafn var að segja, það er svo mikilvægt að heyra núna í raun og veru frá sem flestum út af því að þó að við séum búin að standa samræði, vinna með notendum og greina gögn og fleira, þá er alltaf eitthvað sem getur farið á milli og þess vegna er svo mikilvægt að heyra þessa athugasemdir frá okkur núna. Þannig ég legg bara áherslu á það að koma sem flest á framfæri. Algjörlega. Og ég held líka að það sé kannski, það kannski vill verða þegar það fari í breytingar eins og þessar, ímyndaði mér að það getur kannski gerst að akkurat þeir sem að þekkja kerfið best og er að nota, það sé ekki leitað nógu mikið til þeirra. Þannig að það var eitt af atriðum sem var haft í huga þegar fulltrúi notenda var hafður með í vinnuhópnum og það var gríðarlega mikilvægt að fá, veit ég, hans innlegg inn í þessa vinnu sem notenda og var í samskiptu við marga notendur og það var mjög gagnlegt og ég held að við séum allir saman það hefði ekki verið gott að sleppa því, þannig að svona almennt í svona breytingum hvort það sé með strætó þá held ég að sé mjög skynsamlegt að hafa fulltrúa notenda með í hópnum. En við skulum taka aðeins fleiri spurningar. Var spurt af hverju var ekki haft samráð við þá sem hafa reynslu af strætó, það er að segja vagnstjóra. Og svo er spurt líka af hverju er ekki farið út á flugvöll. Ég veit að þetta er spurning sem hefur verið áberandi á fleiri stöðum. Þannig að það er spurningum að taka þessar tvær spurningar. Hrafn? Já, enn og aftur þetta náttúrulega eru tillögur. Vagnstjórarnir eru núna, við erum búin að halda kynningu með vagnstjórunum á þessum tillögum frá sérfræðingunum og erum búin að fá alveg fullt ábendingu frá vagnstjórunum. Og það auðvitað viljum við að þeir komi með okkur í það að móta eins og alla aðra bæjarbúa. Varðandi flugvöllinn, verðum vel að horfa svolítið á strætó sem svona takmarka auðlind. Það kostar að reka strætisvagn og að reka einn strætisvagn kostar ekstra, fyrir eftir hvað við erum með marga, hversu hlutfallslega kostar að reka hvern og einn. En ef við segjum bara að kosti 35 milljónir að reka einn strætisvagn, er eðlilegast að nota eins og maður hefur líka heyrt, það eru mjög margir sem vilja koma vagni út í Kjarnaskóg, eigum að nota þessa peninga í það að komast í frístundir eða útivist í Kjarnaskógi eða eigum að nota til að ná, við erum með 4 flug á dag í eðlilegu árferði á flugvöllinn eða fleiri og við erum að reyna að hitta á að hitta akkurat þegar flugvöllinn að lenda og svo verður sinkanir eða eigum að nota þessa peninga í að koma fólki í vinnu og börnum í frístundir. Þannig að færri þurfa að vera að skutla eða í hvað eigum að nota helst peningana. Þetta er náttúrulega bara, þetta snýst svolítið það. Ekki satt. Og hér bara, eins og við kynntum í upphafi þessa áherslu sem við lögum frá, þannig að hér erum við að leggja upp áherslu náttúrulega að þetta þjóni náttúrulega fólki að komast til og frá vinnu, sækja frístundir, þannig að
það kannski akkurat svara því að ástæðan af hverju við förum ekki út á flugvelli akkurat það að áherslan var að þjónusta frekar þennan hóp og það kannski styður frekar það að fólk noti strætó dagsdaglega eða nokkuð reglulega ef kerfið þjónustar þessum erindum hvað best. Einmitt það. Takk fyrir þetta. Hér er spurning, hvernig rímar þetta leiðanett við áætlaða samgöngumiðstöð? Getum við svarað því? Þú ert að mute, Hrafn. Já. Samgöngumiðstöðin þegar hún var hugsuð, að þá náttúrulega, við erum að hugsa svolítið út fyrir boxið með þessum leiðum og í grunninn þegar þú ert með svona leiðir þar sem þetta eru í rauninni beinar línur og þetta er svona þróunin í Evrópu eða svona þetta er þróunin í þessum rekstri almenningssamgangna að það er í rauninni ekki þörf á einhverjum einum stað þar sem að allir vagnarnir stoppa. Já, það er bara góð spurning, er eitthvað þörf á einhverju miðlægri stöð? Spurning. Það er spurning sem að kannski verður ekki svarað allavega hér á þessum fundi. En það kannski en já. En það er kannski bara rétt akkurat að hnykkja svolítið á þessu akkurat að núna hittast ekki vagnar á einum stað og í raun og veru það sé svona ein skiptistöð. Heldur frekar horft á það að vagnarnir aka þá beint til dæmis í gegnum miðbæinn, þannig að þeir sem eru að ferðast í gegnum miðbæinn þurfi í raun og veru ekki að bíða þar þangað til að það sé einhvers konar samstilling, tímajöfnun og halda svo áfram. Heldur erum við frekar að horfa á það og það hefur verið gert hérna í Reykjavíkurborg að tímajafna og í raun og veru út við endana út af því að þá í raun og veru ekki verið að tefja ferðir fólks á milli staða. En auðvitað með að horfa á leiðinni til framtíðar þá hefur það náttúrulega óhjákvæmilega áhrif á hvar þú staðsetur mögulega samgöngumiðstöð þú ert að hugsa eitthvað á landsvísu eitthvað fleira en þess vegna er gott að geta horft til framtíðar og geta svona tekið með að því leiðinni sem verður endanlega útfært. Hér er líka verið að spyrja, ég er svona fletti gegnum spurningarnar, það er svolítið verið að spyrja svona almennt vegalengd að stoppustöð og fjölda leiða, hérna sé bara spurt sko af hverju bara 2 leiðir, Holtahverfið, mætti þjónusta það betur til dæmis og tengja betur við nesin, reikna með þessi verið að tala hér Goðanes og atvinnusvæði þar, á virkilega að senda alla yfir Hörgabraut sem vilja nota strætó úr Holtahverfinu. Nú kannski spurning til þín Daði, þú getur útskýrt kannski aðeins betur að fara aðeins inn í það betur af hverju bara verið að tala 2 leiðir, hvað fæst með því að hafa 2 leiðir og aðeins lengra þá á stoppustöð? Já, megin tilgangurinn með því í raun og veru að einfalda leiðanettið og hér erum við enn og aftur að hugsa út frá sama fjöldi strætisvagna sem SVFA er að reka og sama fjármagn, þannig við erum ekki það væri tímalaust hægt að bæta við fleiri línum, til dæmis svo rauðu línuna sem við horfum á til framtíðar ef það væri sett aukið fjármagn og keypti fleiri vagnar. En hér erum við að horfa á eins og koma orði takmarkaða auðlind og ef við viljum ná þessari tíðni sem okkur fannst vera svolítið rauði þráðurinn í samráði fyrr í vetur við ungmenni, þá í raun og veru ekki hægt öðruvísi en að hafa leiðirnar færri, þannig að fleiri vagnar aka sér hverja leið og þann með næst betri tíðni. Með að líka hafa leiðina beinni, þar að segja að taka ekki krók inn í hverfi, það í raun og veru bara leiður í því að geta náð þessari tíðni því að hver auka krókur, hann tekur tíma og því fleiri krókar, því meiri ferðatími fyrir þá sem að fara í gegnum hverfin. Þess vegna verið að horfa á það og svona rannsóknir sýna svolítið að fólk reiðubúið að labba frekar lengri vegalengd ef það þýðir það að það þurfi ekki að bíða eins lengi. Og þannig að þetta horfir svolítið öðru sér til að labba á biðstöð þar sem þú veist að vagnin gengur á 15-20 mínútna fresti versus að labba á biðstöð sömu fjarlægð sem gengur bara á klukktíma fresti. Og því að þá skiptir það að reiða sig á tímatöflur minna máli og það sýnir sig svolítið að ef við viljum stækka farþegagrunninn til þess að fá fleiri Akureyringa að nota strætó þá þetta þessi
prinsip sem við erum að horfa á. Og og það í raun og veru eins og ferjukonan sýna, það eru talsvert fáir í raun og veru íbúar sem nota strætó í dag og vonandi með því að breyta svolítið áherslunum. Og því í dag í raun og veru aka strætóar hver krók og kima í Akureyrarbæ, en það ekki að skila sér í stórum farþegagrunn. Akkurat, og ef þetta bara örstutt við þetta, af því að við vorum nú í þessu samræðu síðasta vetur við börn og ungmenni, sem Daði nefnir, og svo var farið í gagnasöfnun í Gallup-könnun og svo hefur verið gerð ferðavenjukönnun hér áður. Það bendir allt í sömu átt. Það eru flestir sem vilja hafa meiri tíðni, það hefur verið nefnt sem algjört lykilatriði að hafa meiri tíðni, styttri ferðatíma, beinni leiðir, skilvirkara kerfi, og ég held allavega að það hefur bara verið ákveðið að prófa að gera allavega tilraun til þess að kynna svoleiðis kerfi eins og búið að biðja mikið og en svo kannski er það einhvern veginn öðru sem fólk hefði ímyndað sér, getur verið, en þetta allavega áhugaverð nálgun og er í samræmi við ekki bara rannsóknir eins og Daði nefnir og væntingar á höfuðborgarsvæðinu annað, þetta algjörlega í samræmi við það samráð sem hafi verið farið í hér. Síðan spurt hér sem sagt, það sem leiðirnar mætast, Borgarbraut, Hlíðarbraut, Káa, Sundlaugin, munu vagnarnir bíða þannig að þetta skipta á milli vagna, er spurt hér. Sem sagt bara í rauninni verið að spyrja hversu auðvelt verður að skipta á milli, Daði? Já, í raun og veru munu vagnarnir ekki bíða, heldur þá í raun og veru reikna með að einn vagn í raun og veru sé aðeins á undan hinum vagninum, eða þá að koma á sambærilegum tíma, en í raun og veru þetta stilt þannig að í raun og veru þú hafir tíma til þess að fara úr einni leið í aðra. Og en eins og segi, það partur svolítið að komandi vinnu, þú veist, með það leiðanett sem verður svo lent að lokum, og þá förum við í þessa dítil að teikna upp tímatöflur og akkurat skoða þetta sérstaklega, hvar eðlilegast að fólk sé að skipta á milli lína og svona þar fram eftir guðunum. Kannski bara benda á líka að ef við náum þessu upp að það verði 15 mínútur tíðni, að þá bið á milli vagna aldrei, það hámark 15 mínútur, það verður aldrei mikið meira en það. Einmitt, síðan kemur áhugaverð spurning innbæinn. Hvernig hafið þið hugsað ykkur að skólabörn í innbænum komist í skólann á morgnana, sem flestir eru í Brekkuskóla? Bara Daði, þú kannski bara byrjar. Já, bara virkilega góð spurning. Ég held að við séum alveg sammála það akkurat að horfa á það að pöntunarþjónustan myndi tengja við Brekkuskóla. Og ég held að það sé mjög auðvelt að útfæra það þannig. Þannig að það bara mjög góður punktur og í raun og veru ekki til fyrirstöðu en að pöntunarþjónust fari í Brekkuskóla. Hvort að við höfum það þannig að það sé alltaf þannig, en í raun og veru erum við að horfa á í raun og veru að þeir sem sitjast inn í vagninu pöntunarþjónustu muni í raun og veru svolítið til segja í raun og veru hvert að fara. Út af því að ef það ekki búið að panta vagnin, þá í raun og veru mun líklega vagnstjórinn aka stystu leið þangað, en bara mjög góð spurning, en á annað tíma þegar börn eru þá leið til skóla, þá má bara búast við því að vagnin komi á ákveðnum tíma og tengi þá bæði við bláu leiðina, grænu leiðina og þá kannski bara endi upp við Brekkuskóla. Ég held kannski, varðandi þessa pöntunarþjónustu, vagninn sem fer í dag, hann kemur á klukkutímafresti. Með þessari pöntunarþjónustu sem við erum að hugsa að það verði þá að minnstakosti, það verði á morgnana alltaf fastar leiðir. Það farið á morgnana eins og venjulega. Það eins og vagninn fyrir dag til að tengja við bláu línuna og grænu línuna. Þess á milli, þessar föstu leiða, að þá hægt að hringja með hálftíma fyrirvara. Það ekki það sem við erum að hugsa. Sem þá í rauninni samt meiri þjónusta heldur en í dag. Af því að í dag klukkutíma tíðni. Já. Akkurat. Ég vona að þetta hafi svarað spurningunni, en ekki hægt að undirstreka það nógu mikið að
að þetta eru tillögur og við höfum fengið nú þegar þó nokkuð ábendingum innbæinn og þetta nauðsynlegt að skoða það í mjög gagnlegar ábendingar það, en það er svona þessi pöntunarþjónusta, þetta er svona ný hugmynd hér, yrði nýjung, þannig að það þarf að vanda sig mjög mikið þar. Hér er spurt Hagahverfið og fólki finnst svolítið langt að fá kannski hring Hagahverfið eftir 2 ár og í ljósi þess hvað er hratt byggt og margir sem flytja þangað inn. Hvað segir strákar eins og þetta lítur út núna með þann ramma sem menn hafa, fjármagn og annað, er eitthvað hægt að fara lengra inn í Hagahverfið? Daði? Ég held að í raun og veru næsta fasanum þá erum við ætlum að skoða þessar athugasemdir akkurat með betri tengingu við hagakerfið og í raun og veru fleiri og náttúrulega það sem við erum að horfa á hérna á skjánum er ekki endalegt leiðanett, þannig að við munum eflaust skoða það og bara skoða betur akkurat út frá lengd leiðanna, hvort að við náum 15 eða 20 mínútna tíðinni, en við sjáum svolítið með þessa uppsetningu að þá við getum ekki náð þessari tíðni á morgnana sem við viljum með því að lengja leiðina í hvaða átt sem er að taka aukakrók. Og þar stendur og fellur svolítið málið, en svo aftur á móti verður tíminn og framtíðin svolítið koma í ljós í raun og veru hvað er mögulegt í efnum með því að lengja leiðir og setja meira fjármagn í SFA og það verður náttúrulega kannski aðrir að svara fyrir. En auðvitað, Karl Hrafn, þú getur kannski bætt einhverju við svona þegar við erum að horfa til framtíðar. Já, en sko bara svo því sé alveg haldið til haga að hugmyndin er að við þjónustum betur það sem að SFA er að þjónusta í dag, náum til fleiri notenda á núverandi þjónustusvæði, nýtt hverfi í bænum er náttúrulega bara viðbót og það er í rauninni ekki með þessu með núverandi þjónustusvæði erum við ekki að horfa á það. Hins vegar, það var eitt af leiðarljósunum sem kom fram hérna að til að við þurfum ekki, þegar eftir 2 ár eða 3 ár þegar einhver 1000 manns er farin að búa í Hagahverfi, að við þurfum ekki að fara að endurskoða aftur leiðarnetið og þá er hugmynd eitt af leiðarljósunum að vera með að þetta leiðarnet geti tekið á móti viðbótum. Og það er eina hugmyndunum sem eru lagðar fram hérna að í framtíðinni gætu við bætt við öðrum vagni á grænuleiðina og lengt leiðina og haldið sömu tíðni. Og eins bætt við að því að nú að fara að þétta byggð í Holtahverfi, það er gert ráð fyrir að verði stækkanir hérna á iðnaðarhverfi, sjáum músina mína eða ekki. Hérna Tísnesi, hérna alveg nyrst í bænum, þar er áætlað að verði meira iðnaðarhverfi og okkur langar náttúrulega rosalega þjónusta iðnaðarhverfi hérna sem við höfum í raun ekki verið að þjónusta. En mögulega gætu við það í framtíðinni, en það er náttúrulega bara aðrir sem ákveða það heldur en við. Okkar hlutverk er aðalega bara fyrst og fremst að þjónusta betur það svæði sem við erum að þjónusta í dag. Fyrir nú að styttast í annar endan hjá okkur, en við skulum nota tíma sem eftir til að ná sem flestum spurningum. Hér er spurt, hvað munu margir strætisvagnar keyra í breyttu leiðakerfi, er þeim fjölgað og verður þjónustan bætt helgar og á kvöldin? Hrafn, það er spurning hvort þú tækir þetta. Það er til að endurtaka spurninguna. Já, það er sem sagt spurt það hversu margir strætisvagnar munu vera í breyttu leiðakerfi, hvort þeim verði fjölgað og svo hvernig þjónustan verði helgar og á kvöldin, hvort að hún verði bætt eitthvað. Í þessum tillögum er ekki fjallað sérstaklega kvöld og helgar. Við höfum verið að reka í dag 4 til 5 vagnar, svona svolítið mismunandi eftir tíma dags og í þessum tillögum er gert ráð fyrir að síðu sem ég kannski kom ekki fram. En í grænu línunni eiga að vera 3 vagnar og í bláu eru 2 á háannatíma. Og svo utan háannatíma þá verður það 2 vagnar á grænu og 1 á bláu. Og þá er það hálftíma tíðni vonandi alls staðar. Þannig að 5 vagnar á háannatíma og 3 utan háannatíma.
Hvernig með kvöldin og helgar, búið að ákveða það? Nei, í rauninni ekki. Þetta verður bara, við erum náttúrulega bara með ákveðna fjármuni og við erum að reyna að sjá hvernig við náum að komast sem best út af því. En við finnum alveg að það er krafa. Já, það er eitt af því sem kom fram hérna í samráðinu. Litla samráðinu okkar allavega. Þessi þörf á hérna, að halda uppi þjónustu á kvöldin og helgar. Þannig að við munum leita leiða til að halda því uppi. Leita leiða. Ég held allavega að það er allavega enginn sem að fara að sætta sig við það að þjónustan verði neitt lakari, það er ekki markmiðið með þessum breytingum. Það nú ekki beint spurning hérna, en mér langar samt svolítið að fá að grípa þetta og snúa þessu í spurningu vegna þess að ég held að ég hafi spurt svona svipaðar spurningar fyrr í ferlinu. Hérna, kannski ekki nákvæmlega þetta, en svona lýsir ákveðnu pælingu sem margir hafa örugglega. Hérna, hér spurt, sko, eða hér sagt. Það nú ekki mikill munur á því að keyra að skautahöll og inn á flugvöll. Þú veist, Daði, hvernig er það með, ef að leiðir eru lengdar svona, hvað er til dæmis þetta, frá skautahöllinni og að flugvöllin, hvaða áhrif hefur það á kerfið? Sko, þetta virkar bara þannig að ef til þess að halda uppi sem 30 mínúna tíðni, bara svona við förum alveg í grunninn, þá þarf sem 15-20 mínúna tíðni á annað tíma og ef við bara einföldum á 15 mínúna tíðni, þá þarf í raun og veru einn vagn að geta ekki fram og tilbaka á hálftíma og eins og við tölum þjónustu á 2 vögnum, þannig að það sé náist upp 15 mínúna tíðni. Þannig að það sem við gerum, við tímamælum vagnin og núna eins og leiðarnetið er stillt upp, þá rétt gengur þetta að ná 15-20 mínúna tíðni, sem þýðir það að eins og ef við myndum lengja leiðina einhvers staðar, taka útúrdúr eða fara niður á flugvöll, þá þýðir það kannski 2 mínútur í hvora átt, þannig að þá lengir það 4 mínútur og þá leið fellur þetta, það er ekki hægt að halda upp þessari tíðni, sem þýðir það að með við sama vagnafjölda, þá þurfum við að draga úr tíðni. Þannig að það snýst akkúrat máli, það væri auðvelt að sveigja og leiðina einhvers leiðis, en það kemur bara niður á tíðninni. Þannig að þess vegna þurfum við svolítið að vega og meta hvað er nauðsynlegt og hvað er ekki nauðsynlegt. Spurningin þín, Hrafn, að því að þessi breyting lengir leið að stoppistöðvum fyrir margra, er sagt hér, verður snjómokstur á stígum bættur samhliða? Já. Því vissulega munar það miklu að lengja leið að strætó eftir ófærum stíg til dæmis 300 metra. Já, þessi spurning gerir þá ráð fyrir að snjómokstur sé ekki góður eða hvað? Það mætti allavega vera betri. Já, snjómokstur er náttúrulega bara alveg sér kapítuli. Snjómokstur er stýrt samkvæmt ákveðnu forgangsröðunarkorti og þar er lögð áhersla á hluti eins og að börn komist í skóla og að tryggja öryggi bæjarbúa og það er engin spurning að þetta fylgist að en að sama skapi þessar leiðir eru svolítið hugsaðar út frá skólabyggingum, út frá íþróttamannvirkjum og hvort að þetta er eiginlega, ég myndi halda að þetta væri ekki vandamál í stuttu máli, en það sjálfsögðu þarf að fara vel yfir það og ef það eru einhverjir staðir sem eru hættulegir eða erfitt að komast yfir til að komast á strætóstoppistöð þá þarf náttúrulega bara að fara sérstaklega yfir það. En inn á mapp.is/Akureyri er hægt að sjá forgangskortið og ef að fólk sér einhverjar leiðir sem eru ekki í forgangi sem að myndu aftra að komast á stoppistöð þá er mjög gott að heyra af því. Akkurat. Bara endilega. Langar bara að hnykkja þess að það var að tala um kvöld- og helgarakstur. Það er réttilega bent á að það væri skrítið að það hefði ekki skoðað þann part, ljósið hvað það hefur verið mikið umræðunni. Bara
bregða svona við því að kannski var það eitthvað skringilega útskýrt hjá okkur en að sjálfsögðu var sá partur skoðaður. Það alveg búið að skoða kvöld- og helgarakstur og hann alveg svona eitt af því sem við búið að pæla í en það var svona ég held ég get allavega sagt að það hafi verið áherslan á það að koma þessum tillögum saman að leiðanetinu sjálfu og hvernig það fungerar og svo það kannski aðeins útfærsluatriði og varðandi bara vaktatöflur og annað hvernig þjónustan verður nákvæmlega á kvöldin og helgar. Ímynda ég mér, leiðrétti mér Hrafn ef ég að bulla hérna. En það klárlega eitthvað sem mjög ofarlega samt og þegar við munum kynna tillögur þá vitum við það allavega að það mikill áhugi fyrir því að bæta þessa þjónustu. Þetta ekki nokkuð neginn svona? Glæsilegt við tíminn. Ég ætla bara að segja, þú veist, akkurat bara að leggja áherslu á þetta að það kom hana fram að það væri lögð áhersla á að vera náttúrulega með kvöldakstur og líka helgarakstur og það algjörlega málið og ég held að við séum öll sammála það að það væri bara til batnaðar og hefur líka sýnt sig að því ef leiðanetið virkar líka fyrir fólk helgar þá það bara til þess að styðja að fleiri geti treyst á strætó til þess að komast bæinn, skiptir ekki máli hvort það situr vinnu eða tómstunda eða bara kíkja á kaffihúsin í bæ. Þannig en eins og segi, í dag mjög lítill akstur á kvöld og helgar og þess vegna það svona smá auki flækjustig upp á bara fjármagn að gera og hvað við höfum í höndunum þar, hverju hægt að lofa og hverju ekki. En það var algjörlega útfært í næsta þrepi verkefnisins. Akkurat. Tíminn að hlaupa frá okkur. Mér langaði bara að bregðast við þessu það verið að spyrja eldri borgara sem búa í Lindasíðunni og nú talmenningssamgöngur og sá möguleiki verði ekki fyrir hendi hér sagt núna. Það eftir að koma í ljósi sig við erum í samtali við eldri borgara og eftir að tala við öldungaráðið og við vonumst til þess að fá sem allra flestar ábendingar og gagnlegastar frá þessum hópi en ég held samt sem áður að eins og kerfið lítur út núna þá leið sem fer fram hjá fer á Hlíðarbrautina og rétt fyrir neðan Lindasíðuna og það spurning örugglega einhverjir sem geta notað hana og einhverjir ekki, það var bara eftir að koma í ljós en þetta klárlega eitthvað sem mjög mikilvægt að skoða og svo langaði mig bara að fá svar við þessari spurningu hér kannski að lokum hefur verið rætt að nota pöntunarþjónustuleiðina í tengslum við flugvöllinn. Hvað segir við því strákar? Já, það hefur ýmislegt verið rætt. Þetta samt eiginlega eitthvað sem við tökum ekki ákvörðun það í rauninni utan þess svæði sem við erum að fjalla Við erum í rauninni bara að reyna að bæta strætó leiðanetið á því kerfi eða á því svæði sem við erum að þjónusta í dag. Það svona, en aftur, já. En áhugaverð pæling. Já. Alveg þess verið að skoða. Magnað. Ég held að við séum svona búin að komast yfir svona efnislega, kannski ekki allar spurningarnar, en svona efnislega flestar spurningarnar, eða einhverjir, ég fer yfir þetta eftir ef það einhverjar sem ég augljóst ekki svara, þá munum við leitast að svara henni á vefnum hjá okkur. Ég vil bara aftur minna á vefsvæðið inn á heimasíðu Akureyrarbæjar sem þetta nálgast allar helstu upplýsingar og koma ábendingum á framfæri. Við viljum tala við sem flesta og heyra sem flest sjónarmið áður en að lengra haldið. Eitthvað sem þið viljið bæta við, strákar, í restina? Nei, ekki bara þakka fyrir áheyrnina og verður gaman að bara frábærar spurningar og við munum náttúrulega í næsta þrepi verkefnisins fara yfir allt saman og ég held að það sé alltaf horft á að það verði í raun og veru skilað einhvers konar skýrslu eða eitthvað þar sem eru auðvitað tekið afstæða til athugasemdana og vonandi verða breytingarnar bara til hins betra miðað við það. Já, ég held að ég fæði bara bregðast þessu, ég held að sé mjög mikilvægt og við munum leggja áherslu á það bæði auðvitað að reyna að koma til móts við sem flestar ábendingar eins og mögulegt
En við munum líka að leggja okkur fram við það að sko svara í þannig að við sýnum hvar við erum að bregðast við og hvar við erum auðvitað ekki að bregðast við ábendingum og þá hvers vegna. Þannig að það sé alveg skýrt að það er ekki það að ábendingin hafi ekki komist til skila. En flestar ábendingar mjög gagnlegar. Og muna nýtt leiðanet @akureyri.is. Já, fyrir almennar ábendingar. Annars þakka ég bara kærlega fyrir. Bless. Takk fyrir.